Og þá er komið að skýrslu bæjarstjóra og bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta skýrsla bæjarstjórans frá síðasta fundi, 2. júní síðastliðnum. Þriðjudaginn, 3. júní, þá var ég í viðtali á morgunvakt Rásar 1 stöðu mála í Hrísey eftir stórbrunann sem þar var daginn og ekki síður stöðuna í Grímsey. En eins og flestum kunnugt hefur ástandið verið heldur þungt síðastliðin ár. Ég lýsti reyndar þeirri skoðun minni að þrátt fyrir öll þau áföll sem dunið hafa yfir þá sé nú siglt í íbúanum og ég telji að það verði áfram byggði á þessum stöðum. Þennan sama dag átti ég fjarfund með kollegum mínum og framkvæmdastjórum hjúkrunarheimila og starfsfólki Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna hjúkrunarheimilana og viðræðna sveitarfélagana við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisráðuneytið rekstur hjúkrunarheimilana. Ég átti síðan samtal við forstjóra Sjúkratrygginga viku síðar þetta málefni. Eins og við vitum öll þá þetta risastórt verkefni sem krefst mikils undirbúnings og ég mun að koma aðeins aftur inn á það í skýrslunni. Og aftur 3. júní þá átti ég fund með þingmönnum Norðausturkjördæmis og Halla Björk Reynisdóttir var með mér á þeim fundi málefni fiskvinnslunar í Hrísey og atvinnulífsins í Hrísey í kjölfar brunans. En það mikilvægt að njóta stuðnings alþingismanna kjördæmisins við lausn vandans og þá sérstaklega litið til úthlutunar og byggðakvóta og aðkomu byggðastofnunar. Og það var ekki annað að finna en mikinn stuðning og velvilja alþingismanna kjördæmisins. Og loks átti ég fund með starfandi lögreglustjóra og yfirlögregluþjónum á Norðurlandi eystra löggæslumál á Akureyri sem var mjög upplýsandi. Föstudaginn 5. júní var haldinn fjarfundur með Arctic Mayors Forum og á honum loknum þá heimsótti ég slökkviliðið á Akureyri og færði starfsfólkinu tertu með morgunkaffinu sem örlítinn þakklætisvott fyrir velunnin störf í miklu annríki og oft við erfiðar aðstæður á síðustu vikum og mánuðum. Ég held að við hugsum öll til þess með hryllingi ef við værum ekki með svona gott lið eins og við höfum í slökkviliðinu og enn þurfti að reyna á þekkingu þeirra í gær þegar var eldsvoði hér í miðbænum. Að þessu loknu þá var fundið með sveitarstjórunum á starfssvæði samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og ríkislögreglustjóra og þar var fjallað og rætt mikilvægi þess að opna kvennaathvarf hér á Akureyri og það kom fram á fundinum að sveitarfélögin ætli að taka höndum saman svo af því megi verða. Laugardaginn 7. júní opnaði ég 5 nýjar sýningar í listasafninu á Akureyri. Mánudaginn 8. júní þá sat ég fjarfund Sambands íslenskra sveitarfélaga stafræna þróun sveitarfélaga og þar var verið að kynna mat á stöðunni hjá sveitarfélögunum í stafrænni þróun. Og ég verð að segja að það ljóst að sveitarfélögin eiga gríðarleg tækifæri til sóknar hvað stafræna þróun varðar og þetta eitthvað sem þarf að taka með trukki núna á næstu mánuðum. Nú, ég get sagt að það þegar ýmis kerfi í notkun hjá okkur sveitarfélögunum sem mætti nýta betur og huga að frekari notkunarmöguleikum. 9. og 10. júní funduðu sviðsstjórar með mér 4 mánaða rekstraryfirlit sveitarfélagsins og það ljóst að það ýmsu að hyggja í ljósi stöðunnar vegna COVID-19 og annarra þátta, bæði í plús og mínus. Þriðjudaginn 9. júní fór ég út í Hrísey með Höllu Björk Reynisdóttur forseta bæjarstjórnar til fundar við hverfisráð eyjunnar og svo ég endurtaki það, þá er engan bilbug á Hríseyingum að finna þrátt fyrir brunann í frystihúsi Hríseyjar Seafood. Það mikill samhugur í fólki og miklar vonir bundnar við ferðamannasumarið 2020
og í því sambandi má bæta við að frá með föstudeginum 12. júní hefur verið ókeypis í Hríseyjarferjuna og það var algjört slegið í gestafjölda í eyjunni síðustu helgi og það er ljóst að fólk kann að meta þessar ókeypis ferjuferðir. Fimmtudaginn 11. júní var ég viðstödd þegar umhverfis- og auðlindaráðherra og hafnarstjórinn okkar undirrituðu samning í tengslum við styrkveitingu ráðuneytisins til rafvæðingar hafna á Akureyri og það voru 43,8 milljónir sem koma í hlut Hafnasamlags Norðurlands. Að undirritun lokinni skoðuðum við framkvæmdasvæðið á Tangabryggju þar sem unnið hörðum höndum við að lengja bryggjuna til suðurs og leið að koma fyrir raflögnum fyrir fraktskip og minni skemmtiferðaskip. Þetta er afar jákvætt framtaks frá ráðuneytinu sem rennir enn styrkari stoðum undir græna og vistvæna bæinn okkar Akureyri. Og 12. júní var í alla staði ánægjulegur en þá tók ég þátt í að vígja risastórt hjarta sem hefur verið komið upp á besta stað í miðbænum og er kjörið til myndatöku fyrir ferðafólk og heimamenn með ýmis kennileiti í baksinn og ég verð að segja að þetta var hinn fullkomni laugardagur þar sem hitinn náði 20 gráðum, bærinn fullur af fólki, bæði heimafólki og ferðamönnum, allir veitingastaðir fullir, öll hótel full og það er akkurat svona sem við viljum að Akureyrin sé í sumar og helst allan veturinn líka. Seinna daginn þá lá leiðin í minjasafnið þar sem ég opnaði afar forvitnilega sýningu tónlistabæinn Akureyri og þar var sömuleiðis yndisleg stemning og tónlist, lifandi tónlist og það voru einhverjir sem voru meira að byrja að taka smá snúning á planinu fyrir framan minjasafnið. Þannig að ég hvet ykkur til þess að fara inn í minjasafn og skoða þessa skemmtilegu sýningu og ég er sannfærð að það verði mikil stuð inn á minjasafni í sumar. Og í gær þá áttu ég bæjarlögmaður, formaður bæjarráðs og ráðgjafi okkar Haraldur Líndal Haraldsson fyrsta fund með Sjúkratryggingum Íslands yfirtöku ríkisins á rekstri öldrunarheimilina hér á Akureyri. Og þetta er einmitt annað mál sem við munum ræða í bæjarráði en þetta var svona upphafspunkturinn að viðræðinu við sjúkratryggingar og þær eru sumsé komnar af stað. Og þessa viku og þá síðustu hef ég átt starfsmannaviðtöl við stjórnendur bæjarins og mun ljúka þeim viðtölum núna á allra næstu dögum. Takk. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5. júní, bæjarráð 4. og 11. júní, frístundaráð 10. júní, fræðsluráð 29. maí, skipulagsráð 10. júní, stjórn Akureyrar 28. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 5. júní og velferðarráð 3. júní og allar þessar fundagerðir má finna á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið klukkan 17:34. Takk fyrir góðan fund.